Verkefni 25, tölvuleikir í D-hlutanum í Word. Á blaðsíðu D14, liður 22. Ég ætla að kalla fram efnisyfirlit, töfluyfirlit og myndayfirlit. Og passið ykkur að staðsetja ykkur þar sem efnisyfirlitið á að koma og svo framvegis. Það var að koma hérna fyrir aftan orðið BLS, ekki vera með bendileg hér eða hér, þetta hér. Og þið farið í references, table of contents, ekki velja eitthvað af þessum sjálfgefnu efnisyfirlitum frá Microsoft, farið þið hér í custom table of contents. Og ég ætla að velja útlitið formal og ég vil hafa blaðsíðunúmer sýnileg. Segja OK. Þá koma allar fyrirsagnirnar sem ég var búin að merkja. Allar feitletraðar með einni tölu eru á fyrsta þrepi eða heading 1 og þær sem eru með 2 tölum og ekki feitletraðar, það eru heading 2. En nú ætla ég að breyta stílnum á fyrirsögnum á öðru þrepi og þá er ágætt að vera í efnisyfirlitinu og fara á home flipa og fara hérna í styles og finna í listanum T og C2. Það segja table of contents 2, efnisyfirlit á öðru þrepi. Smellið hér, farið í Notify og það sem ég vil er að talan 1 komi hér undir N-inu. Velji í format og paragraf. Vindrátturinn frá vinstri 0,39 og hækkan helming og segja 0,78. OK. Og þá sjáum við að þetta stenst á hérna. Það er oft gott áður maður skilar eða prentar út að fara í efnisyfirlitið, íta á hægri mús og update field, update and entire table. Það er það ekki hér, en ef við höfum gleymt að merkja einhverjar fyrirsagnir eða töflur eða sem sagt gett afsláttarvill einhvers staðar, þá er ágætt að uppfæra. Töfluyfirlitið, references, insert table of figures, tafla. Ég vil ekki hafa blaðsíðunúmerið hér, að hafa útlitið formal. Ég tek hakið af hérna. Það er ein tafla, myndirnar eru 3, þá fer ég aftur hér og í staðan fyrir tafla þá velja ég mynd og tek blaðsíðunúmerið og það er áfram útlitið formal. Þá koma myndirnar hér. Það er sama hér ef þið hafa gert afsláttarvillu í þegar voruð að skrifa textan, þá skrifa hann bara rétt undir myndinni og þið getið ýtt á F9 eða update field til að uppfæra, þurfa ekki að kalla það fram aftur. Við ætla að vista.